Fluga dagsins í dag Buzzer eða að minnsta kosti einhvers konar útgáfa af Buzzer. Þær eru ótalmargar útgáfunar að sjálfsögðu og sumir eiga sínar uppáhalds. Þessi fluga hefur virkað ágætlega fyrir mig. Þetta er rauður Buzzer með appelsínugulum kinnum og smá diskói hérna ofan á sem að kannski sést ekki tólega vel þarna. Engu að síður. Hörkufluga í vatnaveiði sem efri fluga til dæmis ef menn eru að nota dropper eða bara sem aðalfluga ef að fiskurinn er að taka rétt undir yfirborðinu. Nú ég kom með krók í væsin. Hann er frá Arex og heitir F2511. Er kallaður Curved Dryfly. Þetta er vissulega þurrflugukrókur en Buzzerinn á svo sem ekki vera þung fluga þannig að það kemur bara vel út og eins og við sjáum þá er kurvan hérna töluvert aflíðandi þannig að við fáum fallegt form á fluguna. Vel hægt að nota gröbberkróka, það væri þá F2540 frá Arex eða bara gamli góði B110 frá Kamasan. Nú ég ætla að nýta þessa flugu með rauðum þræði, þessi er frá Semperfly, Classic Waxed, bara mjög fínn þráður í þetta verkefni. Byrja bara á því að festa þráðinn hérna efst. Og markmiðið hjá mér að minnsta kosti þegar ég nýti þessa flugu er að halda búknum hérna, það er svona fyrsta markmiðið allavega, það er að halda búknum hérna eins grönnum og ég get. Og þá færum við bara þráðinn niður. Það er ágætt að vinda ofan á þræðinum öðru hvoru til að reyna að halda honum flötum. Færum við bara hérna þar sem við viljum að búkurinn byrji. Nú, fyrsta efnið sem við nýtum, það eru vöfin og það er Peacock. Eins og við sjáum þá er föninn svona dálítið loðinn af þessum grænu hárum og með góðum vilja er hægt að taka þau af með því að renna nöglinni eftir þeim, eftir föninni þar að segja. Og ennþá einfaldara verkefni, eða einfaldari leið réttara sagt, er að nota strokleður. Bara venjulegt strokleður, þarf ekki að vera neitt merkilegt og ég er búinn að taka eina hérna og reynsa hana. Það má að sjálfsögðu nota hvað sem er, svartur þráður virkar líka eða bara svartur vír þess vegna ef hann er nógu fínn. En Peacockið eða Peacock-föninn er hérna aðeins meira vesen sem að gera þetta aðeins skemmtilegra. Þegar ég festi Peacockið niður, þá finnst mér ágætt að snúa flugunni svona hálfpartinn á hlið. Þá sé ég aðeins betur hvað ég er að gera, en þið sjáu sennilega minna hins vegar. Sjáu hana þarna, búinn að klemma hana með þræðinum. Svo færi ég þráðinn bara upp. Reyna að gera þetta svona nokkuð þétt þannig að sjáist ekki krókinn. Tekst ekki alltaf en það gerir sitt besta bara. Set smá bragð á á þráðinn segi ég bara til þess að hann setji friðs hérna með að vefja þessu upp. Nú, Peacock fön er í eðli sínu mjög viðkvæm. Það er voðalega sjaldan sem við notum bara eina. Ef við erum að nýta til dæmis Peacock þá erum við yfirleitt með jafnvel 3, 4, 5 og þegar við erum bara með svona eitt stilk þá er hann ansi viðkvæmur. Þess vegna er ágætt að hafa það í huga þegar maður byrjar að vefja þessu. Gera það bara rólega. Hafa bara jafnt átak og láta þetta svona renna á milli fingrana.
svona slapp til. Nú að því að píkokk viðkvæmt efni, þá ætla ég að styrkja búkinn og leið gera hann svona dálítið meira sexy, sem alveg ábyggilega ekki rétt á orðið þegar við erum að nýta flugu, en einhvað síður. Ég ætla að setja smá UV á búkinn og þá ég með hérna Thinman frá Gulf. Þetta eins og nafni gefur til kynna mjög þunnt UV efni. Og ég set bara hérna, ef það ætlar að skila sér hérna góða, set bara pínlítinn dropa hérna á búkinn og svo dreifi ég úr honum bara með nál. Og ef ykkur finnst það mikið, þá bara stríkum maður það í burtu. Svona, svo það bakarófnin. Ágætt að leyfa búknum aðeins að jafna sig áður en við setjum síðan lakk, því að UV frábært til þess að gefa svona til skrauts í rauninni en það heldur ekki neinu og þessi búkur hérna verður ansi fljótt mattur og ljótur ef við setjum ekkert lakk yfir. Svona, svo það bara biðin langa. Ágætt að leyfa þess að þorna aðeins. Ef ég væri sniðugur þá væri ég klár með aðra púpu hérna sem geti bara sett beint í væsinn. En við tökum við bara rólega á meðan það þornar. Ok, búkurinn orðinn þurr, vonandi. Þá höldum við bara áfram með sama þráð. Festum hann hérna fremst. Það allt í lagi þó að þráðurinn fari örlítið yfir búkinn. Skiptir engu máli. Fyrsta efnið sem við hnýtum inn hérna í seinni hlutanum, það einhvers konar hvítur toppur hérna á fluguna. Ég með svona UV dub hvít með löngum þráðum sem að þýðir að ég get notað í ýmislegt. Það vel hægt að nota Parapost, einhvers konar floss, hvít, ref, marabú, í rauninni skiptir það engu máli. Við viljum bara hafa smá hvítan topp hérna fyrir aftan augað. Og það sem við gerum, færum þráðinn alveg að auganu og grípum þetta styrstum þetta svo í burtu. Þess að minnka umfangið á sig þetta, svona. Næsta efni sem við hnýtum inn frá Semperfli. Þetta einhvers konar body stretch eða flexifloss. Þetta semst kinnarnar á flugunni.
Ég set linkin á þetta hérna í lýsinguna fyrir neðan myndbandið, þannig að þið sjáu hvað þetta heitir, ég bara hreinlega man það ekki. En þetta til í ýmsum litum og við erum að nota appelsínugulan núna. Og þegar ég hnýti þetta inn, þá set ég þetta svona utan þráðinn, gríp svo í báða endana, leti þetta lenda hérna undir. Þá lítur þetta svona út. Tek ég hérna sitthvoran endan og stýri þeim hérna þannig að þeir lendi undir flugunni. Svona. Nú þá það bakið. Það svona perlu perludiskó einhvern veginn. Man ekki eins og hvað þetta heitir, en það skiptir ekki öllu máli. Frekar en annað virðist vera í þessari flugu. En það þetta að nota ýmislegt. Ef þið eigið flassabúu eða í rauninni hvað sem er. Læti þetta lenda bara hérna ofan á toppinum. Svona fyrir miðju. Svona. Nú þá það þóraxinn og það Peacock, gamla góða, og ég ætla bara að nota eina fön. Við viljum ekki hafa hann neitt rosalega bústinn. Þetta lítur náttúrulega út eins og eitthvað grímubúningur akkurat núna. Setjum smá sapp. Við erum að forðast að setja nálægt hvíta toppinum. Svo bara vefja varlega. Svona. Þá það bara að klára frambúkinn, kinnarnar og bakið. Og mér finnst ágætt að byrja á kinnunum og gera bara eina í einu. Halda bara smá teygju á henni. Og svo næstu stundum vilja kinnarnar sleppa undan þræðinum þegar við klippum það burt og það náttúrulega fullkomlega óþolandi. En það slapp ég þetta skipti. Drögum bakið fram. Látið það lenda á miðjunni. Og snýstum. Þetta nokkra vafningar fyrir framan og klárum. Sjáu þið þetta maður? Slapp til. Svona. Snirtum toppinn.
svona og setjum örlítið UV hérna ofan á. Svona og svo lakka. Svona. Rauður buzzer. Fluga sem að svínvirkar í vatnaveiði, efri dropper eða bara sem aðalfluga. Klár og tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.